í grunninn grunnskólakennari og starfaði sem slík í 5-6 ár. Eftir það þá upplifði svolítið svona, eins og mér vantaði einhver verkfæri, það var svolítið svona stöðnun hjá mér. Þannig að þá ákvað ég að fara í sálfræði og langaði að vera barnasálfræðingur. Og svo þegar ég var búin að vera aðeins í náminu, að þá kynntist ég atferlisgreiningu og var bara svona heilluð af því. Og hugsa að mér fannst alveg gaman að vinna í skólanum, ég bara fann ekki alveg svona, mér vantaði bara einhver verkfæri. Þú getur gengið raun inn í hvað aðstæðu sem og þú lærir bara svona ákveðin hugsunarhátt og með því þá getur þú svolítið svona farið í það sem þú lærir í náminu og beitt því í raun aðstæðu. Og ég finn það bara í mínu starfi að það er bara mikil vöntun í menntakerfinu á fólki sem hefur atferlisbakgrunn. Og það ekki bara við nemendur sem það með sérkennsluþarfir eða kennara sem að vinna með börnum með hegðunarvanda. Við höfum líka áhrif annars staðar. Við getum verið með fyrirbyggjandi aðferðir og við getum verið leiðandi í starfið þar sem við erum til dæmis að innleiða bara gagnreyndar aðferðir. Fyrir mitt leyti þá líka svo mikilvægt að við séum að fá fólk sem getur verið að koma inn og verið sem starfar í skólanum, getur tekið að sér innleiðingu á gagnreyndum aðferðum. Þannig að það þurfi ekki verið að grípa inn í þegar allt komið í háaloft eða námsvandinn orðið mikill, heldur bara byrjum við strax. Og ég myndi vilja sjá einstaklinga sem hefðu master í hagnýtri atferlisgreiningu sem getur komið inn og væri að styðja við starfi bara strax í upphafi, til dæmis upphafi skólagöngu barna, þannig að við værum að koma í veg fyrir hegðunarvanda og námsvanda seinna meir. Við værum bara strax að nota árangursríkar aðferðir og vinna með börn og einstaklinga með uppbyggilegum hætti.